Þetta er verkefni 7 á blaðsíðu 38, skipabúðin. Ég er búin að útlitsmóta, feitletra og setja prósentustillingu hér á álagningun og virðisaukaskattinn. Ég hægristilti fyrirsagnirnar og feitletraði þær og setti línu undir. Verkefni er á 2 síðum. Ég tvísmelti hér og skrifaði sala, ítt á enter og fór á síðu 1 og tvísmelti og gaf heitið lager. Nú ætla ég að tengja saman gögnin sem eru hér á síðunni lager, setja þau hér inn. Þú getur skrifað hér jafnaðarmerkið, smelt hérna og ítt á enter og þá fæ ég gögnin sem eru á síðunni lager. Þið sjáu hér, þetta er sama sem það sem er í A2 á síðunni lager. Ég ætla að afrita þetta hingað niður og síðan get ég afrita þetta allt í einu hingað yfir. Fæ ég árabátinn, verðið og magnið, alveg eins og var á þessari síðu hér. Ég nota ekki copy-paste því þá væri það ekki tengt. Þannig ef eitthvað breytist á síðunni lager þá breytist það hér líka. Nú ætla ég að reikna út verðmætið, setja inn í jafnaðarmerkið og margfalda saman magn og verð. Og ég ít á Ctrl og Enter og afrita niður. Og ég það hingað. Þegar að finna álagninguna, hún er sama sem 400.000, margfalda með álagningunni og af því að ég ætla alltaf að vísa í álagninguna, þá þarf ég að íta á F4 og fá dollaramerkin til að festa tilvísun í álagninguna. Það er hérna fyrir framann og fyrir framann 2. Íta á Ctrl og Enter og afrita niður. Og virðisaukaskatturinn, hann er jafnt og verðmætið pluss álagningin, margfalda með virðisaukaskattinum og af því að pluss og mínus skipta liðum þá þarf ég að opna sviga og segja hér álagning pluss verðmæti, loka sviga og margfalda með virðisaukanum. Og svigin er til að hún leggi fyrst saman verðmæti og álagninguna og ég þarf að vísa í virðisaukaskattinn, þannig ég festi tilvísun í E2, ít á F4 hérna. Þannig að ég ætla að þekka, það er E6 pluss D6 margfalda með F2 og ég ít á Ctrl og Enter og afrita formúluna niður. Nú þarf ég að finna söluverð á einingu og þá er það summan af þessum 3 tölum deilt með magninu. Þannig ég ætla að nota sumufallið, smelli hérna upp á auto sum og ég dreg yfir þessar 3 tölur og deili í með deilingamerkið skástrik og ég deili í með magninu. Og ég ít á Ctrl og Enter og afrita formúluna niður. Og hér ætla ég að finna heildarverðið, þannig að ég smelli hér á, þið sjáu þetta á blaðsíðu 39, ég smelli hérna á summarhnappinn og sé ég svæði sem hún ætlar að leggja saman og ég ít á Ctrl og Enter og afrita þessa formúlu til hægri.